Og áframhöldið með föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að fjalla hvernig maður getur boðið sér fram og tekið þátt í góðu starfi og látið gott af sér leiða. Velkomin, Berglind og Óskar. Takk. Þetta svo spennandi sem þið að gera í Eyjafjarðarsveit og ungmennafélagið Samherji. Þið eru þarna á handverkinu með sjálfboðavinnu en njótið svolítið góðs af því sem að þið fáið í staðinn. Segið okkur aðeins frá. Já, þetta eru rauninni 4 dagar, handhátíðin, og við erum að njóta þess 361 dag á ári. Já, það flott uppgjöra. Má hugsa það þannig, sko. Þótt að sé kannski mikil vinna á stöðutíma, þá samt koma mjög margir að, hvaðan af, og við erum í samstarfi við Dalburg til dæmis. Hjálparsveitin á svæðinu. Já, mjög góð samstarfi við þá. Og þið sjáuð alla kaffisölu á þessari stóru hátíð. Já, alla veitingar sem eru seldar. Þannig að þið eruð að baka og steikja og selja og vaska upp, alveg sveitt í 4 daga, en það gríðarleg innkoma. Já. Og hvernig nýtið þið hana? Segðu okkur aðeins frá því. Þá kemur það rauninni út á kostnaði fyrir þá sem taka þátt hjá Samherjum. Hvort sem það eru rauninni börn eða fullorðnir, fyrst og fremst börnin. Þannig að þau borga rauninni bara 1 gjald sem er 10.000 krónur og búið að vera í 11 ár. Sæl. Og þau geta æft hvað sem er. Já. Bara farið úr einni greini yfir í aðra og það er allt opið. Þannig að það er bara 1 gjald fyrir hvert barn. Já. Og þú getur æft eins mikið og vilt og þið eru með sko, hvað varst að segja, 8 íþróttagreinar? Já, við erum með frisbeegolf, boltatíma, frjálsar, sund, badminton, borðtennis, glímu. Vá. Þrektíma. Þrektíma. Já. Varstu að segja bandi? Bandi. Já. Það er ótrúlega mikið í boði og þið eruð að reyna að hafa þetta bara beint eftir skóla líka, þegar ekki? Jú. Og milli 2 og 4 náum við að setja ansi margar íþróttir sem er náttúrulega frábært upp á foreldrarna að gera líka. Beinum framhaldi af skólanum náttúrulega. Sumar þeirra tegja til 5. Já. Þannig, já. Krakkarnir eru búinir í skólanum kl. 2 og geta það bara rölt yfir íþróttasal og tekið þátt í Í bara einni grein á fætur annari, í rauninni eða hvað? Já, sumir dagarnir eru þannig. Dóttir mín til dæmis er 2 daga til kl. 7. Já. Mætir kl. 8 í skólan og svo tekur hún þátt í einhverjum 3 íþróttagreinum. Sem raðast hann þá daga. Já. Og engar 2 íþróttagreinir á sama tíma, þannig að krakkinn þinn er ekki að missa af neinni íþróttagrein. Þannig að þau gætu verið í 8 íþróttagreinum. Já. Þetta er alveg frábært. Skipulagt þannig að sé ekkert á sama tíma. Og svona hefur þetta verið hvað, síðustu? Það er svona hvað? Veit ekki, hvað að segja. Bara frá því að handverkið hófst kannski. Hefur þetta þá alltaf verið svona? Samherji? Þú eru nú ekki að fara með það? Nei, þekkjum ekki alveg söguna. En allavega þetta fyrirkomulega með iðgjaldi hefur verið í 11 ár. Já. En handhátíðin, hún er miklu eldri. Hún er sko, þetta var 27. árið, núna í sumar. Og er teknilega séð elsta bæjarhátíðin á landinu. Já. Komin til að vera væntanlega. Hún hófst á sveitungum, svo tekur sveitin við og þetta heldur bara áfram að þróast og vaksa með okkur. Það er viljinn allavega til þess að halda áfram og láta hana þróast og stækka. En það væri svolítið svekkjandi ef hún myndi allt í einu leggja upp laupana. Hvað myndi þá ungmennafélagið Samherji gera? Hún myndi fara að selja klósettpappír. Það sem öll þeir kannski íþróttafélagin gera. En hvað er svona einhver skilaboð til þeirra sem er í sveitinni og halda þeir ekkert erindi í svona sjálfboðavinnu í handverkinu? Hver sem er getur tekið þátt? Já, og það verður að líta rauninni á sko þetta verkefni handhátíðinni í nafni Björgunarsveitarinnar og ungmennafélagsins. Þannig að þegar hún mætir sem sjálfboðaliði, þá ertu rauninni að leggja þína vinnu til þess að beggja félag. Það þarf ekki að vera skráði félagsmeðlimur eða eiga lögheimili í sveitinni. Þú bara mætir og ert með. Þarf ekki að standa langa vakt. Nei. Þú getur tekið bara eina vakt sem er annarkvart í eldhúsi 4 tímar eða í sjoppu sem eru 5 tímar. Eða þú getur komið og verið með börnunum á staði sem sagt vakt í hurð. Við þurfum að vera með fullorðna fólki þar líka á ákveðnum tímum dagsins. Hafið ykkur hugmynd hvað þetta eru margar vaktir eða mikil vinnu framlag? Það er líka hluti í þessu uppsetningu og niðurrif og frágangi. Þannig að og svo náttúrulega eru börnin líka í mjög stóru hlutverki á hátíðinni sjálfri. Eru þau ekki að sendast svona milli? Þau eru að sendast með úr eldhúsinu í veitingasöluna og standa vaktin í hliðunum og bjóða fólk velkomið. Og þau eru bara mjög stór partur. Frá 1. bekk og upp í 8. bekk. 8. bekkur má taka þátt í sjoppunni. Og þá er þetta bara mikið sport og þau fá mikið út úr þessu. Þetta er náttúrulega bara svona samfélagslegt
verkefni fyrir okkur. Pínleika þjálfun í framkomu og bara ávarp bókunni og þjónustu. Og ef þú skoðar þetta svona félagslega séð sko, þá ertu kannski á vakt með einhver sem ert ekki í bekk og það er einhver sem stjórnar sem er kannski afi einhvers annars sem þú þekkir og þú nærð að kynnast svo mörgum í sveitinni bara af því að mæta einu vakt. Þetta er bara rosalegt félagslegt net og stuðningur og bara æfing í allt sem er verið að predika að við þurfum að sinna, við þurfum að passa upp á félagsstæðis. Þetta er rosalega gott uppeldi myndi ég segja fyrir börnin. Er eitthvað sem kemur ár eftir ár og er allar vaktir bara, getur ekki, eða fólk svona reyna að draga sig úr? Það er alltaf lykilfólk sem sinnir ákveðnum verkefnum en svo erum við með algjörða rokkstjörnur sko, sem eru kannski að vakt í kvenfélaginu, kemur með köku, mæti samt í veitingasalinn og baka pönnukökur og bara er bara með. Það er mikið af fólki sem tekur það rokkstjörnur. Og er ekki með börn í félaginu eða? Já, krakkar sem eru kannski endilega að æfa hjá okkur, mæta samt. Já. Ég er að fara að grenja þessu, mér finnst þetta svo fallegt. En hvað haldið, eru önnur sveitarfélög að gera eitthvað svipað í sínar bæjarhátíð? Hafið þið eitthvað njósnað það? Nei, við höfum ekki verið. Þetta væri nú verðugt rannsóknarverkefni. Við höfum alveg fengið það utanfrá þegar hafa komið gestir á hátíðina og svolítið þeir svona upplifðu þetta alveg, já, er þetta svona hjá ykkur? Og við höfum fengið alveg þakkabréf til krakkana, bara krakkarnir ykkar voru rosa kurteis og þökkuðu vel fyrir þessu tölugóða íslensku og þetta fáum við sent til okkar. En geggjað. Já. Og er ykkur leið að koma þessu áfram til þeirra? Er ykkur svona hrós uppákoma, eða svona uppskeruhátíð fyrir ykkur sem eru að standa eitthvað svona vel í þessu sjálfboðastarfi? Oftar er rætt en... Við höfum stundum gert það. Já, svona misjafnt. Hljómar eins og þessar rokkstjörnur eða eitthvað smá svona klappskilið. Já. En við gerum þetta fyrir þau. Að sjálfsög, þið eru að niðurgreiða þetta tómstundastarf gríðarlega flott. Já, hérna. Og í hittifyrra þá tókum við svolítið saman hversu margir voru að koma að handverkshátíðinni, svona beinar hendur sko. Já. Og með krökkunum voru þetta 150 manneskjur. Sem kom í lengri eða skemmri tíma. Bara í okkar. Bara hjá okkur. Skáðust á vaktinnar hjá okkur. Svo er Dalbjörg alveg eftir með sinn pakka sko. Þetta voru, ég minnir þetta hafi verið svona það bil 1200 klukkustundir sem fóru þannig í vinnu yfir þessa 4 daga. Mögnuð tölfræði. Og magna þetta skulle vera hægt í dag því að mann finnst einhvern veginn fólk alltaf svo ægilega upptekið og ekki hafa tíma eitt neitt. Nákvæmlega. Þetta er hægt. Og eiginlega bara hvatning fyrir önnur sveitarfélög kannski að skoða hvernig þau geti nýtt innkomuna í sínum bæjarhátíðum. Já. Mögulega. Til góðs. Já. En takk. Margar leiðir til. Já. Takk kærlega fyrir komuna og segja okkur frá þessu og gangi ykkur svakalega vel bara á næsta handverki. Já, takk fyrir það.